Opnun norðaustursiglingaleiðarinnar milli Kína og Íslands jafnast á við opnun Suez-skurðarins, segir forseti Íslands við kínverska fjölmiðla. Hann vill að Kína fái aðild að Norðurheimskautsráðinu. Lega Íslands gerir landið að tilvalinni umskipunarhöfn þegar ísinn við Norðurpólinn bráðnar og siglingaleiðin þar verður fær. Með þeim forverkjum greina kínverskir fjölmiðlar frá komu rannsóknar ísbrjótsins Snædregans til Íslands í síðustu viku. Forseti Íslands segir norðaustursiglingaleiðina verða jafn mikilvæga og Suez-skurðinn. Kínverski ísbrjóturinn Snædreginn vakti talsverða athygli þar sem hann lá við Skarfabakka í síðustu viku. Forseti Íslands var meðal þeirra sem skoðuðu skipið. Frá Reykjavík lá leiðin til Akureyrar áður en haldið var heimleiðis á ný í gærkvöldi torfæra siglingaleið nærri Norðurpólnum. Áhersla var lögð á vísindarannsóknir á leiðinni til og frá Íslandi, en miðað við fréttaflutning kínverskra fjölmiðla var tilgangurinn þó ekki síst pólitískur. 就是中宾的政治、经济、文化各个领域的合作都是非常好。随着气候不断的变呢，北极航线有望在不久的将来开通。我觉得北极事务当中我们可以开展共同合作。 Kínverska sjónvarpið segir Ísland tilvalið til rannsókna á norðurljósum, hafstraumum, bráðnun jökla, breyttri göngu fiskistofna og virkni eldfjalla. Og kínverskir vísindamenn muni starfa að slíkum rannsóknum með íslenskum starfsbræðrum. Vegna einstakrar legu muni Ísland leika lykilhlutverk sem umskipunarhöfn við norðausturleiðina svokölluðu, en þá leið fór Snædreginn frá Kína. Áherslan sé nú lögð á að finna heppilegustu siglingaleiðirnar, björgun í hafi, auk þess að tryggja aðgangað fersku drykkjarvatni. Að lokinni athöfn í Sundahöfn í síðustu viku héldu kínversku vísindamennirnir til Bessastaða, þar sem forseti Íslands mun hafa tekið þeim fagnandi. Hann bar lof á vísindamennina og rannsóknir þeirra á norðausturleiðinni. Söguleg heimsókn Snædregans væri merki til umheimsins breytta tíma. Bráðnun Norðurpólsins og opnun siglingaleiðarinnar væri heimsöguleg og sambærileg við opnun Suez-skurðarins. So if we are going to understand what's happening in the Arctic and plan in a responsible way the future of the Arctic, China has in one way or another to be an active participant in that evolution. And now I believe within the Arctic Council we are trying, all the 8 countries, to formulate the rules and the regulations by which countries can become active observer states. And our view is clearly that China should be granted such a membership.